parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál þennan ágæta föstudag. Við erum sífellt minnt á það Íslendingar að við búum í landi elds og ísa. Það er jafnvel búist við því að aftur gjósi í námunda við Grindavík á næstu 1 til 2 vikunum eða svo, en það eru fleiri mál sem að brenna okkur þessa dagana. Brennisteinsfjöll virðast ætla að fara að birta sig samkvæmt sérfræðingum sem telja nú séu líkur á skjálfta einmitt á því svæði. Stórir skjálftar hafa orðið þar á 20. öld, bæði á öðrum og 7. áratug síðustu aldar, þar sem skemmdir urðu á Alþingishúsinu, nýr landspítal í Fossvogi sveiflaðist til og frá og þar fram til götum og þarna gætu orðið talsverðar hamfarir samkvæmt því sem að við vitum best. En það eru líka fleiri atriði sem að verið að horfa á núna. Það var skjálfti í nótt við Djúpavatn sem að norðvestur af Krýsuvík sem að nálgast í raun og veru höfuðborgarsvæðið. Og svo er verið að velta fyrir sér hvort að Húsfellsbruni geti komið upp að nýju, en það er það hraun sem að rann næst höfuðborgarsvæðinu á sínum tíma og ef að sú eldstöð birtir sig þá er ljóst að við þurfum að grípa til aðgerða og eins og Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, hefur sagt, það þarf að vinna hratt og vel í því að fyrirbyggja mögulegt tjón á mannvirkjum og fólki í slíkum atburðum. En ef við horfum víðar á sviðið til útlanda og innanlands leið, Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra ákvað að frysta greiðslur til flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna í Palestínu í kjölfar þess að í ljós kom að 12 eða 13 starfsmenn stofnunarinnar voru þáttakendur í hinum hræðilegu hryðjuverkum sem áttu sér stað í Ísrael 7. október síðastliðinn. Þetta er stofnun sem hefur verið skekinn af spillingarmálum á síðustu árum og mikil óánægja eða óeining hefur ríkt og þarna var mælirinn fullur. Margir eru til þess að gagnrýna ráðherrann og töldu hann hefði gengið hart fram og eru þá væntanlega þeirri skoðun að það sama eigi við Frakka, Þjóðverja, Ítali, Kanadamenn, Bandaríkjamenn, Breta, Svisslendinga, Ástrali og þannig mætti áfram telja. Þessar þjóðir hafa allar ákveðið að frysta greiðslur til stofnunarinnar þar til að rannsókn hefur farið fram á því hvernig á þessu öllu stóð og hvernig stóð því að stofnunin hélt lífskildi yfir þessu fólki allan þennan tíma í kjölfar árásanna. Það er vonandi að þetta verði leitt til lykta fljótt og allavega fyrir mína parta held ég að það verði skynsamlegt að menn myndu fella þessa þjónustu, mikilvægu þjónustu við þjakað fólk á Gazasvæðinu undir hina alþjóðlegu flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna sem starfar að svipuðum málum allan heim. En það eru alvarleg mál líka hér heima fyrir. Við horfðum í raun orðlaus á hvert banaslysið á fætur öðru í janúarmánuði. 6 manns týndu lífi á fyrsta mánuði ársins og þetta eru geigvænlegar tölur. Væri þetta sett í hlutfallslegt samhengi við árið allt og ef þessi þróun myndi halda áfram með sama hætti og verið hefur, þá myndum við horfa upp á 72 banaslys í umferðinni á árinu. Vonandi gerist það ekki og væntanlega litlar sem engar líkur á því, en hér þarf að huga því hvernig við getum dregið úr þessari hrinu, bæði með auknu umferðaröryggi á vegum en líka með uppfræðslu til þeirra sem að fara vegi landsins við misgóðar aðstæður. Kristján Loftsson í Hvalnum, hann er að láta til sín taka núna í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis. Hann hefur óskað eftir því við matvælaráðuneytið að fá leyfi til þess að veiða langreyði hringinn í kringum landið til næstu 5 ára hið minnsta. Hann vísar í beiðni sinni til atvinnufrelsis sjónarmiða og þeirra ákveða stjórnarskrárinnar sem að tryggja atvinnufrelsi fólks nema að það sé takmarkað með lögum frá Alþingi. Það er ljóst að settu matvælaráðherra, Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra, er vandi á höndum. Hún á erfitt með að neita fyrirtækinu þetta leyfi nema að bera það undir þingið og fá það samþykkt með sérstakri lagasetningu. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með þessu hitamáli sem að tengist inn í pólitíkina alla á næstu vikum og mánuðum gerir ég ráð fyrir. En svona rétt áður við dembum okkur í fréttir vikunar með góðum gestum, þá langar við til að segja ykkur frá því að mest lesna fréttin í þessari viku, hún snýr ekki að jarðskjálftum, banaslysum eða pólitík, hún snýr að sælgæti.
Piratos sælgætið sem að margir þekkja og margir elska hefur verið tekið úr umferð á Íslandi, hætt í sölu og þetta fjölluðum við á vettvangi mbl.is og það lá við að netið fær á hliðina vegna einmitt þessarar fréttar. Þau eru hér í settunni hjá mér eftir skamma stund, þau Björt Ólafsdóttir, fyrrum alþingismaður og allmúlið manneskja og Bergur Ebbi sem að margir þekkja sem uppistandara en hann er líka allmúlið manneskja. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þær eru komnar aftur. Jarðarberja og bananasprengjur eru klassískar gleðisprengjur sem hitta alltaf beint í mark. Aðeins í takmarkaðan tíma. Nói Sirius. Orðin okkar búa yfir kröftum. Orð geta verið blíð, nærandi, huggandi. Notum orðin okkar til að uppræta hatur, ekki efla það. Hvernig notar þú orðin þín? Já, velkomin aftur að skjánum. Hingað eru komin í settitíminn mjög góðu gestir, þau Björt Ólafsdóttir og Bergur Ebbi og ég ætla að ræða við þau hér fréttir vikunar og ég ætla að byrja á að ræða við þau stærstu frétt vikunar sem auðvitað Piratos sælgætið sem mest lesna frétt vikunar. Komið þið sálblessuð. Sæll. Er Piratos sælgætið í uppáhaldi á þér, Björt? Nei, ég veit ekki hvað það er eins og þannig að ég sakna þess ekki mikið. Og lastu ekki fréttina? Nei, ég var ekki eins sem að klikkaði þetta. Þú er sennilega þá bara einn af mjög fáum Íslendingur sem ekki gera það. En þú gerir það þá eftir þáttu vonandi. Já, já. Þetta var einu sinni í miklu uppáhaldi á mér. Já. En ég var búinn að gleyma þessu samt. Þessu lakkrís. Þetta er lakkrís. Þetta er svona lakkríspillur, er þetta ekki frá Haribo? Þetta er svolítið svipað kannski og saltpillur. Nema þetta er meira magn, þetta er stærra og þetta rífur jafnvel meira í en saltpillur. Já. Og þetta er svona, það kannast margir við að ef maður er í fríhöfninu og kaupir saltpillur, þú veist bara, það hefur bara áhrif á bara heilbrigði heimilisins bara næstu dagana. Já, það má náttúrulega ekki gera. Þetta kemur bara í dunkum. Já. Og bara þú hakkar. Og það fyrsta sem ég hugsaði mitt, þegar ég sá að þetta væri tekið úr sölu, ég hugsaði fyrst að það er einhver heilbrigði sjónarmið að baki. En það var víst út af dræmri sölu eða hvað? Já, ég veit það ekki. Ég held að þetta hafi ekki... Ég er ekki mikið sérfræðingur í þessu sælgæti. Sko ég borða ekki mikið nammi, nema utan þess síðasta mánaðar, þá hætti ég að drekka í mánuð. Já. Sjúki í sælgæti á meðan. Í staðinn? Já, bara einhver sykurþörf. Ertu ekki búin að snúa frá villu þíns vegar Jú, í febrúar? fékk mér rauðisglöss í gær. Já. Áfengi er bara mikið sókn í kolvetni og sykur. Já, algjörlega. Og ég var lélegri ræktur í morgun, getur sagt þér það. En segir það okkur eitthvað stöðu þjóðfélagsins að mest lesna frétt vikunar í alveg gríðalegu fréttaflóði þar sem að bara jörð skelfur og eldar brenna, það er stríð út allt að þá séu Íslendingar bara velta fyrir sér Piratos sælgæti? Sko ég skil þetta 100%. Þú veist, hverjar eru fréttirnar? Ég var að skoða hérna, bara með að skoða veðurstofufréttirnar. Já. Þú veist, bara hjartað fer á einmitt svona saltpillu yfirsnúning sko. Bara hvað er verið að tala um? Bara það er einhverjir hérna jarðskjálftar að fara að koma. Næstu upp á 6 á Richter sko, bara hvar og bara gætu komið í dag eða morgun eða eitthvað. Eldgos, bara í næstu viku. Leysingaveður. Já, og þú veist, maður er í stressi bara að vera ekki að fylgjast nægilega vel með. Og svo eru svona fréttir eins og að setja hérna húsnæðisliðin og reikna á húsaleigu úr vísitölu og eitthvað. Og þú veist, og fólk bara, þú veist, það er ekkert hægt að meðtaka þetta. Bara of flókið. Já, en það er hægt að meðtaka þetta með nammið sko. Er þá bara svona sælgætisfréttir, er þetta bara skjól fyrir veðri og vindum samtímans? Er þetta ekki alltaf svona? Er ekki alltaf vinsælustu fréttirnar eitthvað svona kannski léttmeti, samt svona smá eitthvað kontroversial, svona sem fólk getur svona eitthvað smá bitbein og allir geta haft skoðun á og allir hafa svona svolítið sjálfstraust til þess að tala út af því að heimurinn er flókin og fjölmiðlar, bara eins og við þekkjum, eru gjarnir á að draga upp neikvæða mynd. Ég held að þetta sé bara svona einhver kultúrfyrirbæri sem hefur síðan ykst upp með félagsmiðlum og netfréttamiðlun. Ég hef oft verið með stóra fréttir á mbl.is og í Mokkanum og hugsað, þetta verður aðalfrétt vikunar, bara þegar flugfélög hafa Engin leysir það. Já, það er nú kannski ekki þannig, en það er bara ein manneskja sem slær mig alltaf út og það er Marta María á Smartlandinu. Hún kemur bara með eina skilnaðarfrétt, það dýrasta húsið í Kópavogi. Hún með puttan púlsinn. Ég á bara enga séns. Nei.
Heyrðu, en talandum fólk sem í fjölmiðlum, Bjarni Benediktsson, hann sagði nú reyndar í vikunni að honum væri alveg sama þó hann væri umdeildur og það eins gott því að hann auðvitað mjög umdeildur maður. Hann frysti þessar greiðslur til flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Gazasvæðinu eða gagnvart Palestínumönnum sem sérstök stofnun innan Sameinuðu þjóðanna og það ætlaði eins og oft þegar að ákvarðanir hans eigu hlut allt koll að keyra. Varstu reiði við þessu eins og veður fréttunum? Ég var ekki reið þar sko, ég var kvíðin. Já, kvíðin? Já, nei, ég var ekki reið en sko alls ekki. En stundum hugsa ég þegar Bjarni Ben sem mér finnst það mörguleiti mjög góður stjórnmálamaður. Og svona ég væri oft til að geta kosið Sjálfstæðisflokkinn bara út frá hans stefnu á ýmsum sviðum sem kemur svo sjaldan fram. Kannski eitthvað sem samþykkt á landsfundi útlendingamál eða eitthvað svona sem svo gerist bara eitthvað allt annað. En ég hugsaði svona, já ok, þannig að það þessi 18% sem viltu ekki fá okkur fleiri. Var yfirlýsing hans? Já, þú veist, þetta bara, hvernig, hann gerir þetta ekki mjög svona landsföðurslega, útskýrir ekki vel, verður pirraður. Og oft það bara staðreynd, hvernig þú segir hlutina, skiptir alveg rosalega miklu máli. Fólk skynjar það miklu meira fyrst sinn, heldur hvað þú ert að segja. Og það var svona þessi hughrif sem kom fram hjá mér þegar þetta gerist. Þannig að hann hefur reitt fólk til reiði ekki endilega vegna ákvörðunar. Ég bara setti það algjörlega upp á afturlappirnar. Það var alveg augljóst mál, sko. Já. Ég eins og Björt, sko. Mér finnst stundum alveg gaman að klappa svona borgarlega kettinum. Mjög margt gott í stefnu borgarlegra afla, en stundum á það til að býta á móti sko varðandi þetta náttúrulega bara hluti af stórum svona dapurlegum tíðindum sem að varða ástandið í deilum milli Palestínumanna og Ísraels og náttúrulega þetta eðlilega kannski umdeilt á Íslandi út af stöðu Bjarna og hann í þessu nýja embætti og svo framvegis en líka bara, ef maður horfir á þetta í eins stóru samhengi og mögulegt þetta náttúrulega ótrúlega dapurlegt sem að gerast af því að þarna að ræða stofnun og þetta bara samhengi sem að maður hefur kynnt sér svona í kjölfar þessara frétta sem hefur haldið utan grunnþjónustu fyrir flóttamenn, palestínska flóttamenn sem að telja víst af því að það þessi stofnun sem heldur utan þetta 5 milljónir manna, þau eru ekki bara á Gaza, það eru náttúrulega fleiri svæðin eins og við þekkjum og þetta gömul stofnun, hún nánast í jafn gömul Sameinuðu þjóðunum sjálfum, hún stofnuð skömmu eftir stoppsetningu þeirra, hún á uppruna sinn í 1949 og mjög rótgróin og mér skilst að starfsmenn hennar séu 13.000 og eins og ég segi, þeir sinna svona grunninnviðum eins og heilbrigðisþjónustu og menntun og fleira. Þetta stærsta einstaka stofnun Sameinuðu þjóðanna. Einmitt. Það 13.000? Já. Og þarna kemur þetta og þetta náttúrulega bara stór þjóðir sem að draga tilbaka eða frysta greiðslur, kanna ákveðin mál betur og Ísland náttúrulega kemur inn í þetta og við Íslendingar þetta verður stórt mál á Íslandi, bæði út af því að ríkisstjórnin náttúrulega svolítið klofin í þessu máli öllu varðandi Ísrael-Palestínu og fleira og hvernig á að stíga fram þar. Af því að ég veit alveg að Ísland ekki stór þátttakandi í þessu einhverjum alþjóðaskala. Hins vegar eftir því sem að maður stúderar þetta meira, þá sér maður að þetta hefur eitthvað að gera með grunninnréttingu svona sjálfsmyndar Íslendinga. Og ég held að, og jafnvel meira heldur en annarra þjóða, og ég held að hafi svolítið að gera með það að eins og við vitum, þá Ísraelsríki stofnaðan eftir stríðslok á miðri 20. öld og svona okkar heimsmyndir öll mikið miðuð eins og stórþjóðarnir hafa sett hann upp út frá því að verja Ísrael af því að í augum stórþjóðana, Bandaríkjanna og Vestur-Evrópuríkjanna Ísrael alltaf rosalega lítil þjóð, smáþjóð og hún var að glíma við mjög stóra þjóðir fyrir hluta kannski tilveru sinna eins og Egyptaland sem stærsta arabaþjóðin en svo önnur þjóð sem Palestína sem kannski bara það lítil í augum stórþjóðana að þau bara registrera hana á alla og maður sér það ef maður dvalið vestanhafs og þar þetta næstu omvend og það bara mjög mikið bara jafnvel meira almennings þá lítur fólk svo á að palestísk þjóð og þeir sem koma fram fyrir hennar hönd þetta séu hryðjuverkasamtök eða einhvers konar svona ekki þjóðskipulag eða ríkjaskipulag á meðan við Íslendingar kannski sjáum betur örvæntingu og þessara þjóðar út af því við erum svo ótrúlega lítil sjálf. Að samaskapi erum við hluti af einhvern þessum strúktúr sem var settur í gangan eftir seinna stríð og höfum fylgt Bandaríkjunum að málum í utanríkismálum og þú veist þetta. En þetta hefur ekki orðið bitbein í pólitík annarra ríkja.
hjá þessum ríkjum sem eru að leggja sannlega til milljarða ofan inn í þetta. Nefni Bandaríkjamenn, Þýskaland, Frakkland, Ítalíu, Sviss, Japan, Danmörku. Þetta er alveg mjög góða punktur, þetta held ég að sko, það er náttúrulega mikið klisja að segja sér eitthvað svona sér aðstæður á Íslandi og alltaf. Við vorum með þetta fyrst til þess að staðfesta sjálfstæði Palestínu. Kannski það er bara mjög ríkt í okkur að svona... Svo er það mjög ruglingslegt vegna þess að Palestínumenn eru dreifðir, þeir eru þetta dreifðir í fleiri ríki en Vesturbakkin og Gazasvæði lítur ekki sömu stjórn. Stjórnvöldin virðast svona nokkuð geðþekkari á Vesturbakkanum heldur en Hamas-samtökin. Þetta er mjög flókin mynd að kljást við. Algjörlega, og ég held að sko, en þetta sem ég var að nefna það áðan, með hvernig þetta er svona, hefur svolítið að gera með sjálfsmynd okkar fyrir hverja við viljum, svona réttindi hverja við viljum verja, af því að í aðra höndina viljum við vera svona þessi þjóð þjóða sem tekur þátt í alþjóðlegu, bara fylgir stórþjóðunum á máli af því að við erum svona svolítið stolt en í hina röndina erum við líka stutt frá því að við vorum kannski kúaðri og smærri og bara og höfum ekki þannig völd. Þannig að við svona, þetta er svona fyrir alveg þvert inn í hjarta okkar og sjálfsmynd og hver við erum sem þjóð og nú erum við ríkisstjórn sem er þverpólitísk og gengur vel að sinna alls konar framkvæmdamálum, en það kemur að þessum stóru málum, bara þegar einstaklingurinn horfir í spegil, bara hver ertu, þá er þetta rosalega stórt mál og Bjarni náttúrulega stendur svona fyrir ótrúlega margt svona sem er borgaralegt í okkar samfélagi og meðal annars þessa samvinnu og að fylgja Bandaríkjunum á máli og fleira. Er það borgaralegi kötturinn sem þið finnst gott að strjúka? Já, sko, þetta er mjög gott. Hann er ímynd borgara stjættarinnar að mörguleiti og Fresh. Og yfirleitt kemur þetta ekkert mikið upp á yfirborðið af því að bara þetta er náttúrulega fólk sem getur unnið saman og á skap saman, en þegar kemur þessum stórum málum þá bara er þetta mikil gjá held ég og eins og svo mörg önnur mál í fréttum vikuna kannski sem við munum ræða þá náttúrulega hefur þetta er ekki létt mál fyrir ríkisstjórnina. Eitt mál sem virðist alltaf reynast ríkisstjórninni áfram erfitt, það eru hvalveiðimálin. Nú hefur Kristján Loftsson, sá merki businessmaður og hvalfangari, lýst því yfir að hann vilji fá leyfi til þess að veiða hvali næstu 5 árin. Eins og við varum búast. Og nú er það ekki í höndum Svandísar Svavarsdóttur sem er komin í veikindaleyfi heldur í höndum Katrínar Jakobsdóttur. Hvernig mun matvælaráðherra nýi taka á þessu máli? Já, mun hún ekki bara tefja? Leyfisveitinguna? Já, sko, það var alveg... Það ekki bara aftur á enn frekar bótagreiðslur? Já, eða bara, þú veist, enn meiri pirring og allt það, en það er alveg möguleiki fyrir hana að tefja bara og skoða og skýrslur og eitthvað. Það verður með svona fyrirhundið atvinnu stjórnmálamann að segja hvernig þetta virkar raunverulega. Já, ég meina, þú veist, en öll trixin í bókinni. Já, en það var alveg svona augljóst hvað Svandís var að gera. Hún ætlaði að mínu mati, láta þetta renna út, þetta hvalveiðileyfi, en svo breyttist það á síðustu stundu þegar þessi rök komu dýraverndunarsjónarmið. Frá fagráðinu, svo kallaða? Já, og svo var vitað en svo var svona einhverjum sem sögðu, en allavega, þá gerist þetta ekki aftur. Það þarf að veita aftur þá þetta langa leyfi sem er að koma núna fram. En það sem hefur gerst í millitíðina að ríkisstjórnarflokkar, þú veist, bæði Framsókn og þetta mest Sjálfstæðisflokkur er gjörsamlega bandbrjálaður yfir þessari afgreiðslu Svandísar og þá er auðvitað viðbúið að þetta er ekki að fara að renna svona lygnum sjó áfram, þú veist, það verður að taka skýra afstöðu þarna. En mun hann fá leyfið? Ég veit að þú vilt ekki að fá leyfið en heldur að fá leyfið. Nei, ég er með enga afstöðu þarna. Í hvalveiðunum? Nei, Borðarðu hvalkjöt? Ég hef alveg borðað hvalkjöt, já. Borðarðu súlt? Nei, ég er ekki mikill aðdáandi þess. Ekki hvalrengi maður, en sko, ég er líka bara, ég er úr sveit, þú veist, elst... Það er ekkert afsakað? Nei, ég segja, þú veist, ég bara elst upp í það að, þú veist, maður er að, nýta það sem maður er að ala og Ég hef mætt á herrakvöld hjá Haugum í Hafnarfirði þar sem að Kristján hefur gefið allt hvalkjötið og þar svigna borðin á langreyðarsteikum og langreyðar rósbíf er sennilega bara besta steik sem ég smakkað. Og er þetta vinsælt á herrakvöldunum? Gríðarlega vinsælt. Já. Ég veit ekki hvort þú sért að tala hvalveiðar upp áfram með þessari sögu sko. Ég þarf að taka ykkur með mér á karlakvöld hjá Haugum einhvern tíma. Já, Bergur, þú ferð. Nei, en þú veist, þetta verður bara tafið og það er mjög erfitt fyrir Katrínu að leyfa þetta
það er auðljóst, inn í sitt bakland, sko, að einhvern veginn út í þetta búið að vera mikil vinna hjá Svandísi að sprengja ríkisstjórnina eins og sem það hefur verið sagt að menn vilja ekki sprengja ríkisstjórn út af hvalveiðimálum en þetta er annað og meira en bara hvalveiði. Þetta snýr að atvinnuréttindum og stjórnarskrár vörðum rétti manna til þess að stunda atvinnustarfsemi sem ekki er í trási við lög. Sko eins og ég sé þetta, þá náttúrulega eins og með svo ótrúlega mörg mál á Íslandi eins og álit umboðsmanns bendir á, þá það er verið að skamma framkvæmdarvaldið fyrir að hafa farið gegn, þetta sé ekki í samræmi við lög. Það þarf, ef það er vilji til þess að banna hvalveiðar, þá þarf náttúrulega að gera það með lögum. Það þarf að fara í gegnum lýðræðislega kerfi þar og það þarf náttúrulega að kjósa hana. Það þarf að vera kosningamál, það þarf að vera þannig á þetta að virka. Þetta á ekki að virka þannig að lög séu einhvern veginn óljós og svo sé framkvæmdarvaldið bara taka ákvarðanir og svo sé umboðsmaður Alþingis einhvern veginn að ákvarða hvort ríkið sé skaðabótaskylt. Veistu hvað, ég vil að sé þannig. Ég vil bara, ef að ráðherrar er með rosalega sannfæringu fyrir því og þetta er bara, nú get ég talað svona fjálglega sko, að er með sannfæringu fyrir því, herru, þetta brýtur í báðalög, sem sagt önnur lög þá, dýraverndunarlögin og ég ætla bara að standa og falla með þeirra ákvörðun. Þá er ég bara farin. Alveg gott í bland. Og mér finnst það bara þannig pólitísku. Sem vil ég. En er ekki standa og falla með sínu svo að þeir standa ekki og falla með þessu? Það er nákvæmlega þannig. Situr fólk áfram skiptir og bara blæra sig út úr þessu. Ég held að það geti alltaf verið þannig í bland og lög verða alltaf óljós að einhverju leyti. Hins vegar náttúrulega verður meiri samstaða lög ef það hefur farið fram kosningabaráttu eitthvað og fólk kýs einhverja ákveðna flokka til valda á grundvelli einhvers sem að síðan breyta lögunum í kjölfarið. Heldur að hvalveiðarnar verði kosningamál? Mér finnst það mjög ólíklegt út af því að þetta á við svo ótrúlega mörg mál sem við höfum ekki. ESB hefur aldrei orðið almennilegt kosningamál. Þessi stóru mál sem hafa einmitt stundum jafnvel að gera með sjálfsmynd okkar og fleira því að ég vil meina að nákvæmlega sem við töluðum Ísrael-Palestínumálið sem svona sjálfsmyndamál fyrir okkur í umræðunum áðan, þá held ég að þetta sé svipað. En hvað verður það kosið í síðasta lagi haustið 2025? Stjórnin gæti sprungið, það gæti þurft að kjósa fyrir, en í síðasta lagi á næsta ári? Það er nefnilega spurning, hvað verður kosið? Sko við erum, og þetta við fleiri þjóðir, Íslendingar er ekki sér á bóti varðandi þetta, við erum náttúrulega með svona skammtímaminni og stundum tekst jafnvel stjórnmálamönnum sem eru mjög kænir að koma einhverju máli sem er hugsanlega minniháttar í stóra samhenginu fyrir í kosningabaráttu og gera það að stóra kosningamálinu. Sko ég held að það sé bara kosið, ég held að hún Kristrún Frosta sé á bara mjög með mikið nef fyrir því að ég held að það vera hárrétt hjá henni að taka í burtu mál sem að hafa sýnt sig að skipta fólk ekki í raunverulega einhverju máli sko in the end. Samfélkinginu farið frá þessum hún bara segir, veistu, ég ætla ekki að tala, ég vil að fara í ESB en það verður ekki mitt aðalmál. Hún er alltaf búin að slá nýju stjórnarskrána sem er gömul út af borðinu. En þú veist, hvað er það sem skiptir okkur öll máli? Hvers vegna fekk Framsóknarflokkurinn í at the end of the day? Þá viljum við öll vera einhvern veginn voðalega, við erum svo mikið eitthvað siðferðislega flott sko, en það eru okkar eigin hagsmunir sem að skipta bara alltaf á endanum máli. En var ekki Framsókn kosin bara út á leti? Nei, Framsókn var þegar Sigmund, og það er bara, það er eitthvað point hjá þeim. Sigmundur auðvitað vann kosningasigur út af því að á sínu tíma, út af því að hann fór bara í svona hagsmunamál. Ég skal gefa þér 2 milljónir út af því að það er bara það sem ég ætla að gera og eyddi 80 milljörðum í þetta. Allir nema ungt fólk með með námslán fekk þetta, skilji, þannig að svona virkar þetta. Kristrún ætla að fara í millifærslukerfin, ég ætla að gefa þér meiri barnabætur, ok, takk. Það er þetta sem fólk kýs eftir. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vinnumarkaðsráðherra og sá sem að fer með málefni flóttamanna og innflytjenda, hann kemur hingað til mín á eftir. Haldið þið að innflytjendamálin verði kosningamál hér eins og við höfum séð gerast í kosningunum í Danmörku, þar sem Mette Frederiksen tók upp þau mál til þess að tryggja sig sigur. Við séum að Gert Wilders í Hollandi, allt brjálað í Þýskalandi út af þessum málum þar líka. Það verður spennandi að sjá hvað Guðmundur segir þessi mála því að við erum búin að ræða það við erum með ríkisstjórn sem kemur úr mismunandi flokkum, ákveðin breiðfylking og það er kannski, maður finnur að það er eitthvað eins og vant einhverja leiðtogasýn, sérstaklega kannski frá vinstri vægnum í þessu og fróðlegt að sjá hvað hann segir, af því að mér finnst þetta gæti alveg orðið stórt. Já, algjörlega, þetta getur orðið það, en svo er þetta náttúrulega tvískipt, sko, þetta eru innflytjendamál þá
hælisleitendur og svo það sem alltaf meira svona controversial en hitt held ég við ættum líka að ræða mun meira og skipti máli og ég man þegar ég var í pólitík og þá var Björt framtíð með algjörlega útópískt að fólki fannst kosningaloforð eða stefnu að við ættum að vera 800.000 hér á Íslandi sem þýddi bara við þurfum að bjóða fólk meira verkefnið af hverju út í við þurfum að vera fleiri fyrir bæði félagslega og efnahagslega hagsæld við þurfum bara fleiri skattgreiðendur og við þurfum fleira fólk til þess að vinna hérna. Og við erum náðu mestu efnahagslegu hagsældi í heimi örfáar hæður. Já, meðal annars út af sjáu hvað að fara að gerast núna. Nú aðeins að kólna. Nú erum við sem var þá ekki, atvinnugrein, stærsta atvinnugrein Gubbið, ég brjálu. Þeir þurfa fólk og við þurfum aðflytt fólk og við þurfum að láta þau vera hérna en ekki flytja í burtu eins og nú kannski hætt á að gerist þegar það fer að kólna hér. Við viljum að þau festi sig í sessi. Það ekkert að kólna hérna hjá okkur sko. Nei, já. Ég sjá hvað þetta gufar hrattur. Já, en þetta einhvern veginn, þetta ekki, ég væri til í að fá þessa umræðu meira. Við þurfum að vera fleiri og ég meina, vitið hvað þetta haxi, þetta ekki bara að segja að við þurfum að eignast fleiri börn, eigum við ekki að leysa þetta? Ég á 4 börn, ég ætla ekki að gera eignast fleiri, en málið svo það náttúrulega líka það sem eiginlega ljótt að segja hálfgert, en þú fær hérna fullmennta fólk, það búið að fæða og klæða hérna öll þessi ár sem eru svo dýr, þú veist, og þau koma til okkar og vilja vera hér, þetta bara efnahagslega frábært dæmi. Ég sammála Björt, mér finnst það megi heyrast miklu meira þessi sjónarmið það bara hvað þetta í rauninni hefur bara verið gott fyrir okkar efnahagslíf og Íslendingar urðu nú 400.000 áramótin þó að Hagstofan alltaf einhvern veginn að eyðileggja það. Já. En og mjög mikið út af þegar Halldór Ásgrímsson heitinn lækkaði Hvannadalshnjúk. Ég held að hann hafi ekki. Já, það var alveg glatað sko. Nei, þetta svo áhugavert að ég var að skoða skýrslur sem komu út á forsætisráðuneytisins 87-89 framtíðarspár fyrir Ísland til ársins 2010. Og að því stundum að reyna að búa til spár inn í framtíðina, gaman að sjá hvernig þetta hefur verið gert í fortíðinni. Og þar eru gerað mannfjöldaspár það hvað Íslendingar geta orðið margir árið 2010 og mestu mögulegu spár, þá erum við ekki einu sinni 300.000, eða ég man ekki nákvæmlega hvernig það er. Raunveruleikinn var 360.000, eitthvað svoleiðis, bara langt umfram það sem ætlað var. Þessar spár eru gerðar rétt ánum við tökum þátt í Evrópusamvinnunni á fullu með aðalda EES og líka áður en að Berlínarmúrinn fellur og í rauninni þetta rosalega influx af bara vinnuafli fer bara í svona spírali gegnum alla Evrópu. Vanmetum við þessa stöðu alltaf? Já, ég held mögulega við gerum það, þó að svo líka alveg dæmi það að við ofmetum hluti líka. Þú veist, í stóra leksíðan sé svo að maður veit ekki hvernig framtíðin og eitthvað sem bara rétt handað við hornið og eftir að gerast. Ég held eins að núna séu tekna loftið það að við séum að vanmeta þetta út af því að það náttúrulega Úkraínu stríðið og rosaleg bara flótti á fólki og mikill svona spírall sem myndast út af því að ef það fara milljónir Úkraínumanna inn í Pólland, þá fara kannski einhverjir úr Póllandi inn í eitthvað næsta land og þannig virka þjóðflutningar. Svo erum við líka með loftslagsmálin, þá erum maður kannski að horfa til lengri tíma en það mun alveg hafa áhrif og slittan og úðin á Íslandi sem hefur yfirleitt fælt fólk frá verður kannski meira aðlaðandi en bara aðalega plássið og í rauninni hrein náttúra og fleira getur orðið jafnvel enn meira virði í framtíðinni. Algjörlega. Ég get alveg trú að við séum að gera það og það gott að horfa til lengri tíma og hver við erum sem þjóð og við erum ofta að benda á og bera okkur saman við Norðurlandaþjóðirnar sem bara jákvætt miklu leyti og Norðurlandaþjóðirnar hafa glímt alls konar áskorunni varðandi innflytjendamál. En við erum samt aðeins öðruvísi en Norðurlandaþjóðirnar. Við höfum byggt okkur öðruvísi upp og ég held að þó að við getum þegar ýmis leksía sem hægt að læra þaðan, þá held ég að þetta verði öðruvísi hjá okkur og ég held að mjög margt, þessi ótrúlega margt jákvætt varðandi hvernig innflytjendur hafa komið inn til Íslands, en við getum gert miklu betur. Heldur okkur tækist að verja til dæmis íslenskuna? Það mjög stórt mál í þessu. Og fyrir eftir hvernig maður stillir þessu öllu upp. Það sótt að íslenskunni ef maður stillir þessu upp í svona að verja eða fara í sókn, í svona stríðshugmynd. Það náttúrulega sótt að henni með tæknibreytingum og svo ótal mörgu öðru heldur en straumi innflytjenda til landsins. Algjörlega. Og mikilvægt að horfa á það í því samhengi. En hins vegar held ég að við eigum alveg að ræðum þetta í þessu samhengi líka. Stjórnvöld verða bara að gera betur og mér skilst að Lilja nú ráðherra að svona með einhverja eitthvað í undirbúningi að einmitt að taka betur á móti innflytjendum, kenna þeim íslensku strax en ég menna þú veist ég og unglingsdreng sem 14 ára þú veist þau hlusta svo mikið á ensku þú veist það kannski vandið sem stæðir á íslenskunni og lesa of lítið og allt þetta sko
og Við þurfum að bæta úr því. Já, algjörlega. Mér langar, innflytjendamálin eru sannlega stór, en stærsta málið sem að steðjar að okkur núna eru ógnir náttúrunnar. Grindavík eru þetta mál sem heljarinn á stórt og erfitt viðfangs, en svo erum við að fá hér fréttir af brennisteinsfjöllum, af gliðnun upp í Heiðmörk, rétt hjá byggð, menn að spáði eldstöðvakerfin sem að runnu hvað næst höfuðborgarsvæðinu yfir Hafnarfjörð og annað, að þau getur farið að virkjast núna. Erum við að fara að horfa upp á eitthvað hörmungatímabil í þessum efnum á Íslandi á komandi 300 árum? Já. Ég ekki talað um það, við séum í tímabili sem að getur spanna 200-300 ári eða eitthvað svo leys. Já, vonandi ekki, en auðvitað þetta þegar byrjað. Það náttúrulega algjör hrein hörmung það sem að gerast þarna í Grindavík og ömurlegt til þess að hugsa að það geti kannski eða bara víst á næstu árum orðið einhvers konar draugabær þangað til að yfir líkur í þessum jarðhræringum. Það bara ömurlegt, algjörlega ömurlegt, en Þannig að framtíðina, hafa eru stjórnvöld þannig í stakk búin að þau geti tekið á þessu og munu þau hlýða ráðum Þorvaldar Þórðarssonar og annar það að fara að hanna hér leiðigarð og annað til að verja okkur fyrir rauðglóandi hraunstraumi? Sko, í þessu, bara til að setja í samhengi, það talað um það að fyrirtæki og jafnvel opinberar stofnanir, en allavega fyrirtæki, það voru yfirleitt alltaf að búa sér til stefnu til 5 ára og þeir eru eiginlega frekk búin að minnka þennir í 3 ára þegar heimurinn er svo margbreytilegur. Við gerum kannski kröfu til stjórnvalda um það að þau myndi einhverja sýn og einhverja stefnu kannski, til 20-30 ára. Maður þekki það, eru gerð náttúrulega skipulögu í borgum og bæjum, kannski til lengri tíma. Þetta skali sem að jafnvel stærstu ríkin, fyrir utan kannski Kína eða eitthvað, bara ráða ekki yfir bara með sínu tungutæki og í rauninni infrastruktúr. Að búa til stefnu til 200-300 ára bara eitthvað sem okkur ekki. Við getum talað um það og við eigum örugglega held ég að stefna því að gera það og eigum að vera metnaðarfull með það, en ég held að ef við erum raunsæ þá bara erum við ekki að bara pólitíkin okkar, hún ræður ekki við svoleiðis samtal. En ég held að fyrir svona ítrustu hluti, svona öryggismál og infrastruktúr sem varðar til dæmis vatnsveitukerfi, lagnir og mögulega eitt sem nú mjög umdeilt staða flugvallar og fleira, þá þurfum við allavega að hugsa kannski til næstu 50 ára, við getum gert kröfu um það og það má vel vera að fullt af því sem að koma fram í nýjustu spámi vísindamanna gefi tilefni til þess að endurskoða ýmislegt þar. Ekki absúrt að við séum enn að velta fyrir okkur Hvassahrauni sem það er verið enn verið að setja peninga í vasann á sérfræðingu til að segja okkur það að það sé ekki hægt að reisa flugvöll í Hvassahrauni? Já, ég veit ekki stöðun á því, svo nefnd en... Hún næstum. Það var fréttum í Mogganum bara í gær held ég, Við erum að bíða lokaskýrslunnar. Já, en akkurat, ég held, ég hef einhver stórar áhyggjur af því, að það sé eitthvað fólk þar í vinnu, en jú, þetta gefur auðvitað og þú veist, fólk hver á að setja pening, fjárfesta í þessu, þú veist. En ég held við þurfum eiginlega ekkert að gera kröfu eða vonast til að pólitíkin sé að fara að gera eitthvað í þessu. Það sem við þurfum bara að gera kröfu til að pólitíkin átti sig á, það út við erum svo rosalega rík af jarðfræðingum og góðu fagfólki að bara gefið þeim hlutverk, látið þau finna út úr því hvar í lagi að byggja, það er alveg vita hvar þessar sprungur eru og einhver leyti hefur þetta verið gert nú þegar eins og ekki í Úlfarsadal heldur í Norðlingaholti að mér skilst að það sé bara, nei, hér er sprunga og við byggjum sikkur megin við hana og það er bara mjög gott að vita til þess, en við þurfum bara að halda þessu áfram. Fólk hefur áhyggjur af Hafnarfirði hvað þetta verðar. Ég meina, þá er bara að gera að kalla til sérfræðingarna og það er bara auðvelt að gera. Ég forðum Björn að þú vinnur við fasteignaþróun eða ekki í dag. Svona, því að maður getur ekki alltaf beðið til pólitíkinni. Hvar myndir þú setja peningana þína? Ég meina, eru þið að skoða meira Hvalfjörð eða bara þessi byggð, af því við vorum að tala áðan um mannfjöldaþróun, Búðardalur er bestur, að það sé að fara að þróast meira í þá átt, svona í vestur og norður. Ég meina, bara svona í stóra samhenginu, þið horfið vantanlega einhverja áratugi fram í tímann, maður byggir hús svona til. Já, það er engar skyndaákvarðanir tekni þar, sko. Eru þið að byggja á sprungusvæði? Nei, við erum að byggja niður við sjó, Frakkastíg. Og Það kemur global warming. Já, heldur betur erum að fara, þú veist, og það þarf að gera ráð fyrir þessu öllu saman og það er bara mjög gaman að kynnast því hvernig burðarþolsverkfræðingar, hljóðverkfræðingar
og Bruna og aðrir verkfræðingar sko, og þetta arkitektarnir eru alveg ofboðslega hæfir í því út því að við hér í Iðu, fyrirtækinu mínu, leggjum áherslu á það að byggja kolefnisvænt, kolefnisléttara en út því að við þurfum að hugsa um loftslagið líka og erum að gera það á öðrum sviðum og mannvirkjageirin svo mikið mengandi hvað þetta varðar þannig að það eru áætlanir upp að breyta þarna. En það má ekki slá af kröfum, sérstaklega á Íslandi, að byggja sterkt og að byggja fyrir veðrum og vindum. Og þá verið að finna út úr því, hvernig það gert. Og það bara, en út í spyrjum svæði, ég meina það alveg viðbúið, þú veist, það þarf að vera þjónusta. Og hún hérna á suðvesturhorninu og hún á Akureyri, þú veist, þannig að þar í kring alveg, og maður sér það bara, ég ekki verktaki, ég í þróun á húsnæði. Það góð þjónusta á Akranesi. Já, fólk auðvitað byggir þar, í kringum þar sem að eitthvað heimasækja. Mér langar bara að segja eitt samt, ef þetta fer þannig, jafnvel eftir tilmælum stjórnvalda og fasteignaþróunarfélög og fleiri, að við séum að byggja okkur svona frá Reykjanesinu og svona, sem að kannski svona stefnan hafi verið svolítið að byggja lengra þar út og jafnvel einhver hugmyndir flugvöll á Reykjanesi, annan flugvöll og svona. Segjum sem svo að farið þannig, þá finnst mér samt svo mikilvægt af því að þetta samt eitt þéttbýlasta svæði landsins og það alveg ljóst að þó að þessi sorglega niðurstaða verði kannski að fólk geti ekki snúið almennilega aftur til Grindavíkur, þannig að mun fólk búa í Keflavík, Njarðvík eða sem þetta Reykjanesbæ og öllum þessum svæðum hana. Mér svo mikilvægt samt að senda svona þau skilaboð að við, jafnvel þó að verði einhver stefna á að byggja nýtt annars staðar, við höldum ennþá með þessum byggðum og þetta líka svo sérstakt af því að Reykjanesbær og fólki þar og mannlífið allt, þau gengi í gegnum svo klikkaða hluti, þetta svona boom or bust oft þetta er fólk, fólki flutti þetta mjög mikið út af því að síldarbresti á miðri 20. öldinni þá kemur það þarna því að peningarnir eru komnir þarna í gegnum herinn og svo hafa verið þarna alls konar iðnaðir sem hefur farið upp og niður, ferðaþjónusta og kísiliðja og hvað það bara á allra síðustu árum og mér finnst og nú eru þau að gangi í gegnum þetta og ég segi bara ef einhver komist í gegnum þetta þá það fólki þarna og það var stundum sagt við erum öll Grindvíkingar þarna þetta var í gangi og erum það áfram, við erum öll íbúar Reykjanes, skulum ekki gleyma því. Já, algjörlega. Þarna alveg fullt af svæði til að byggja, vogar á fullu og eitthvað svona, en það þarf algjörlega að Já, en bara ef þetta þá deyr Ísland, Við tökum undir þessi orð hjá þér, Bergur Ebbi, en mér langar rétt í lokin að spyrja ykkur, hver verður stóra fréttin í næstu viku? Örugglega að kúlusúkk sé að hætta. Nei, ég menna, þú veist. Það yrði nýttar bara stærsta frétt ársins. Ég brjáluð. Við erum sammála það. Það má ekki gerast. Nei, það má alls ekki gerast. Kúlusúkk eða? Ég hef ekki pælt í þessu, en ég veit bara að kollegi minn, hann Dóri Dína, hann var hérna og átti einhvern rosalasta spádóm, hann rétt, hann spáði fyrir gosið 18. des. Rosalegt, Herri, það vika í gos, þannig að þú hlýtur að geta komið með einhverja dagsetningu og fengi sama sömu frægð og hann. Ég þór ekki að spá neitt þessi eldsumbrot, Hann framtíðarfræðingur, En ég get alveg sagt ykkur að það einhver svona flötur á því að kúlusúkk myndi vera hætt, því að það þetta heitir eftir bæ á Grænlandi. Það eitthvað svona, það kemur ekkert á óvart einhvern veginn. Og það væri svona, við getum ekki látið nammi heita eftir bæ á Grænlandi út af einhverjum ástæðum. Já, það sé bara fordómar. Þá ég brjáluð, í alvörinni. Þá myndi ég skrifa skoðanagrein á Vísi. Er þetta ekki menning? Nei, ég meina, nei, þetta er ekki menning. Við höldum með grænlendingum, ef einhverjum, Það Já, heldur betur. Með Reykjanes, eða íbúum Reykjanes og grænlendingum. Já, og Færeyingum. Jeps. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér í fréttir vikunnar, Björt Ólafsdóttir og Bergur Ebbi. Hann verður hér eftir örfáar sekúndur. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem fer með vinnumarkaðsmál og atvinnumál og húsnæðismál og innflytjendamál. Við verðum að fara yfir þá stöðu sem að tengnast upp í þeim málum hér handan við hornið. Sjáumst gátt. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Þá var hann kominn hingað í settið til mín, Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem vinnumarkaðs- og félagsmálaráðherra. Hann nú reynda líka samstarfsráðherra Norðurlandana þó að það sé ekki meginefni þessa viðtals hér. Ég ætla að ræða við hann viðkvæm mál sem hafa verið ofarlega á lista fjölmiðlana síðustu daga og vikur og kannski mánuði. Það varðar innflytjenda og flóttamannamál og svo auðvitað mál sem að tengjast vinnumarkaðnum sem eru í deiglunni þessa dagana sömuleiðis. Velkomin á svæðið. Takk hérlega. Svo við kannski byrjum á þessum vandasama málaflokki sem að þitt ráðuneyti með
á sínu borði, innflytjendamálin, hælisleitenduna. Það flækir kannski dálítið umræðuna, svo ég tæki það fram í upphafi að þetta skarast við síðan verkefni dómsmálaráðuneytisins. Þannig að þið ráðherrarnir sem að sinni þeim verkefnum eigið eflaust mikið saman að sælda við úrlausn þessara mála. Já, það alveg rétt og þú nefnir þetta svo réttilega hér í innganginum að þetta eru viðkvæm mál og þau eru viðkvæm vegna þess að þarna líf fólks að ræða og fólk sem oft á tíðum hefur átt undir högg að sækja, við erum að tala þau sem að hingað leita í vernd. Fólk í veikri stöðu. Í veikri stöðu, viðkvæmri og veikri stöðu. En mér finnst mjög mikilvægt í allir þessari umræðu að við horfum á málaflokkin innflytjendur og innflytjendamál. 2012 þá voru 8% landsmanna innflytjendur. Núna þetta 18%. Og samkvæmt OECD að þá hlutfallið sem af innflytjendum á móti innfæddum hérlendis, það vex hvað hraðast innan OECD. Og það þetta ekki holt og bolt 325.000 innfæddir, 75.000... Þetta sirka svoleiðis. Já, til að fólk setja þetta í samhengi við fjöldatölur. Akkurat. Og það þetta sem að þegar hraðin í aukningunni eða í fjöldin ekstrona hratt, að það náttúrulega skapar alltaf áskoranir allstaðar í kerfinu hjá okkur. Og við getum þá spurt okkur hvers vegna hefur innflytjendur fjölgað svona hratt og það náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að atvinnulífið hefur kallað á aukin mannafla til að vinna, ekki síst í ferðaþjónustu, byggingariðnaði. Þannig að 80% þeirra innflytjenda sem eru hér á landi koma innan EES-svæðisins. Eða atvinnuréttindi sem að því fylgir og annað. Því fylgir og cirka 10% þeirra sem eða innflytjenda á Íslandi eru síðan þeir sem að koma í gegnum verndarkerfið, sem að stundum kallað hælisleitendur. Og hinn 10% cirka eru þá þau sem að koma utan EES og fá hér atvinnuleyfi. Þannig að umræðan, því að þú nefndir þetta svo réttilega hérna í upphafi, hún viðkvæm, að hún snýst rosalega mikið bara þann þátt sem að snýra að hælisleitendum, en ekki innflytjendum í heild sinni, meðan að allar áskoranirnar sem að við stöndum frammi fyrir þegar kemur á húsnæði, skólamálum, atvinnu, jöfnum tækifærum barna innflytjenda sem ekki reyndin í dag, hún tekur náttúrulega til allra innflytjenda en ekki bara hælisleitenda. En það ekki rétt skilið hjá mér þó að þessar áskoranir sem að þú nefnir og ég held að allir viðurkenna séu til staðar, að þær eru mismunandi eftir því hvaða hópar eiga í hlut. Bæði vegna þess að þeir sem koma hér til þess að sækja atvinnu fólk sem mjög hreyfanlegt og við sjáum það þegar að atvinnuleysistölur hreyfast lítið eða meira niður á við þegar gefur á bátinn, þá það vegna þess að fólk færi sig þá aftur til heimalandsins. En síðan það hinn hópurinn, fólk sem að leitast eftir alþjóðlegri vernd af ólíkum ástæðum. Það eru aðrar áskoranir sem að mæta okkur þar og sá hópur öðruvísi samsettur heldur en fyrrnefndi stóri hópurinn. Já, auðvitað eru áskoranirnar mismunandi en í grunninn þetta áskoranir sem snúast að finna húsnæði fyrir fólk eða hafa nægt húsnæði fyrir fólk að skólarnir okkar geti sinnt þeim auka þörfum sem að börn innflytjenda hafa sem að snýr sérstaklega að tungumálinu en einmitt eins og þú bendir réttilega á í sumum tilfellum sérstaklega ef að börn hafa verið á flótta hafa kannski ekki verið samfellt í skóla eða eru að búa við eitthvað tráma sem að fylgir þeim eðlilega, að þá eru það flóknari þarfir og þjónusta sem að sá hópur þar stundum á að halda. En það sem að einkennir samt vinnumarkaðsmál innflytjenda samt sem áður það að menntun þeirra og starfsreynsla ekki metin að verðleikum. Við erum bara ekki góð í því miður og við erum ekki að standa okkur eins vel í því og til dæmis hinn Norðurlöndin. Og þarna við erum nú að vinna fyrstu stefnu Íslands í innflytjendamálum í ráðuneytinu hjá mér núna og þetta eitt af því sem við erum að horfa á. Hvernig getum við reynt að nýta betur menntun og starfsreynslu fólks, bæði til þess að það fái aukinn tækifæri en líka fyrir samfélagið, að nýta þennan mannauð sem að þarna og síðan náttúrulega þetta sem að
einkennir bara flesta sem eða allt á stóran hluta innflytjenda að það er skortur á að hafa nægilega góð tök á tungumálinu. Og af hverju segi ég það, eiga bara allir að tala íslensku, þarf það að vera þannig. Ég nú svolítið þannig, já, að við eigum að tala íslensku á Íslandi sem allra mest. En líka vegna þess að lykillinn að samfélaginu, að þáttöku í samfélaginu akkurat að ná tökum á tungumálinu og ekki síst fyrir börn innflytjenda sem eru líklegri til þess að falla úr skóla, úr framhaldsskólum. Fátækt á meðal innflytjenda, það einn þeirra hópa sem eru líklegri til að vera við fátækramörk. Þannig í rauninni erum við að horfa á aukna misskiptingu milli innflytjenda og innfæddra, meiri fátækt á meðal innflytjenda og þetta þýðir aukin stéttaskipting og þessu hef ég áhyggjur af. En þetta staða sem við þekkjum frá hinum Norðurlöndum og þú nefnir það að það sé verið að móta þessa nýju stefnu, að þau séu að mörguleita að taka betur á sínum málum heldur en við. Hvað þarf að gerast til þess að við bætum úr þessu? Og þá ég að tala þennan hóp almennt séð, þennan 75.000 manna hóp. Akkurat. Já, sumt á Íslandi að ganga mjög vel. Við erum til dæmis með hæstu atvinnuþátttöku innflytjenda innan OECD, eða allavega eina af allra hæstu. Og ég gæti nú trúað að lönd eins og Færeyjar væru eitthvað á svipuðum stað. En það ekki að því að við höfum verið að gefa ótrúlega slaka í því að láta fólk búa í ósamþykktu iðnaðarhúsnæði meðan aðra þjóðir hafa sett skorður sem að koma í veg fyrir að þessir hópar harðduglegu verkamenn komist inn í löndin? Þetta eitt af vandamálunum. En atvinnuþátttakan, hún há hérna og við verðum að líta á það mjög jákvætt. Hún það hið minnsta líka á meðal sumra þeirra sem að koma sem hælisleitendur. Við eigum reynda bara ekki alveg nægilega góð gögn hvað það varðar. En 87% innflytjenda almennt, alls hópsins, hérna í vinnu meðan að þetta held ég 82% á meðal innlendra. Og þetta talsvert hærra heldur en á hinum Norðurlöndunum. Það sem að okkur vantar að gera að við verðum að setja meiri kraft í að aðstoða fólk við það sem kallað á fína málinu að inngildingu í samfélagi. Það að segja, sem hræðilegt orð. Það var mjög erfitt orð. Mér ekki tamt að segja það. Við notum stundum aðlögun, við skiljum það betur. Það að segja að komast inn í samfélagið, að vera þátttökundur í samfélaginu, að hafa sömu tækifærir og aðrir í samfélaginu. Og það lykilatriði og í það þurfum við meira fjármagn, það bara staðreynd. Og ég hef sérstaklega áhyggjur af börnum innflytjenda. Við þekkjum það alveg annars staðar frá að tækifæri innflytjandana sjálfra, fyrsta kynslóð innflytjanda, þau verða oft minni en við verðum allavega að reyna að tryggja að börnin hafi svipuð tækifæri. Og hins vegar, þá getum við líka gert betur þegar kemur að fyrstu kynslóður innflytjendum, sérstaklega hvað varðar að meta reynslu þeirra og menntun. Og við erum með tölur núna unnum grænbók út af þessari bara stöðu í málefnum innflytjenda á Íslandi núna í tengslum við stefnumótunarvinnuna í ráðuneytinu. Og þar eru teknar sama tölur sem að sýna að 42% sem að vinna láglaunastörf af innflytjendum gera það á meðan eða ósérhæfð störf á meðan að einungis 17% eru með menntun sem að á því stigi sem að almennt séð krafist í ósérhæfð störf. Þannig að það eru miklu fleiri sem að vinna störf sem að menntun þeirra nýtist ekki í. Og þetta eitthvað sem við verðum að stíga skref til þess að reyna að bæta vegna þess að það má segja að þetta sé líka bara sóun á hæfileikum. En getið þið gert það? Já, ég held að við getum gert betur vegna þess að við erum með mat á menntun til dæmis sem að heyrir undir 3 ráðuneyti. Heilbrigðisráðuneytið, mennta- og barnamálaráðuneytið og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið. Við erum ekki einu sinni með eina sameiginlega gátt fyrir notandan, fyrir innflytjendan, þar sem að hann leggur inn sín gögn.
sem að væri mjög auðvelt að gera. Og ætlaði að gera það? Já, þetta eitt af því sem við erum að horfa til í stefnumótunarvinnuna, þurfa að gera, þannig að það... Þarf stefnumótun til þess? Akkur búið ekki til þess? Þetta þarf ekkert endilega stefnumótun til þess, en þú ferði gegnum stefnumótunina, þetta bara góður punktur hjá þér, að þá tekur þau niður, hvað það nákvæmlega sem að í hvað eru að gera vel og hvað eru ekki að gera vel. Þannig að þetta verður klárlega aðgerð í tengslum við stefnuna að ráðast í þetta, til þess að þó allavega að reyna að minnka tíman sem að fer bara í þetta, en það þarf líka að hraða ferlunum hjá þeim stofnunum sem að meta námið. Mér langar til að beina sjónum að hælisleitendakerfinu, þeim sem að leitast eftir alþjóðlegri vernd. Samstarfsflokkar í ríkisstjórn og fólk inn á þingi og víða í samfélaginu heldur þið fram að þessi málaflokkur sé komin úr böndunum. Dómsmálaráðherrann hefur bent á það að kostnaður við þetta kerfi hafi á örfáum árum færst úr 700 milljónum ári í 15 milljarða. Hver verður kostnaðurinn við þetta kerfi í ár og á næsta ári? Það talið að hann verði 16 milljarðar í ár og á næsta ári miðað við þær forsendur sem að liggja baki fjárlaga og fjármálaáætlunar. Þegar ég horfi á gögnin núna síðastliðin 2 ár, 2022 og 2023, bara fjölda þeirra sem hingað að koma, að þá sjáum við náttúrulega að það verður gríðarlega aukning eðlilega þegar Rússar ráðast inn í Úkraínu og megin þorri þeirra sem hingað að koma eru Úkraínubúar og fólk frá Venezuela. En það hefur samt sem áður líka orðið fjölgun í hinum hópunum. Þannig að það er margt fólk að koma hingað og það er fleira fólk að koma hingað hlutfallslega heldur en á hinum Norðurlöndunum og það er fleira fólk að fá vernd hér hlutfallslega heldur en á hinum Norðurlöndunum. En það er ekki bara hlutfallslega meira, það er sko margfaldur munur. Já, munurinn er allnokkur og það sem að ég hef áhyggjur af í þessu er að við erum kannski bara ekkert að ná öllum þeim markmiðum sem að verndarkerfið felur í sér. Ég hef áhyggjur af því að við séum ekki að nýta verndarkerfið nægilega vel til þess að bjóða þeim að koma hingað til Íslands sem að kannski allra mest þurfa á því að halda. Það höfum við gert með sérstökum boði íslenska stjórnvalda, oft til þá fólk sem er í flóttamannabúðum á vegum alþjóða flóttamannastofnunarinnar, þar sem við köllum stundum kvótaflóttamenn. Við höfum ekki verið að taka marga slíka inn á undanförnum árum, svo undanförnum 2 árum, einfaldlega vegna þess að það er svo mikill fjöldi sem að sækir í gegnum hælisleitendakerfi. Við erum bara að taka á móti þeim sem að hinga streyma í gegnum flugfélögin og fólk sem að gefur sig upp á landamærunum. Og sumt, auðvitað er staða þess fólks mjög mismunandi. Og sumt af því alveg klárlega færi náttúrulega alþjóðlega vernd vegna þess að það er neyð í heimalandinu og því stafar ógn af einhverju í heimalandinu. Síðan er hitt atrið sem ég langar að nefna varðandi verndarkerfið er að það er ekki nægilega skilvirkt. Og skilvirknin, hún bitnar á fólkinu og hún bitnar á ríkiskassanum. Við erum að horfa á það núna að afgreiðslu tími umsókna, hann er kannski 2-falt lengri heldur en hann ætti að vera. Bæði hjá Útlendingastofnun og líka hjá kærunefnd útlendingamála. Þrátt fyrir það eru tölurnar, leyfi ég mér að segja, geigvænlegar í samanburði við hinn Norðurlöndin. Og mér langar til að spyrja það út í það vegna að dómsmálaráðuneytið tók saman tölur þar sem að Úkrænubúarnir eru teknir út fyrir sviga og við lítum á það sem sértækt viðfangsefni. Árið 2022 þá komu hér umsóknir 2162 talsins og samþykktar voru 1135. Í Danmörku á sama tíma voru umsóknirnar 2527 og samþykktar 1403. Í Noregi voru þar 4090 og samþykktar 1294. Við erum 400.000, Danir eru meira en 5 milljónir og því sama má segja um Norðmennina. Við erum í allt annarri vídd þegar það kemur að þessum tölum.
Af hverju þetta með þessu móti? Þetta það sem ég sagði áðan, við erum að fá bæði fleiri umsækjendur og erum að taka móti fleirum. Já, okkar kerfi að hluta til opnara heldur en kerfin á Norðurlöndunum. Það eru ákveðnar reglur í útlendingalögunum sem heyra undir dómsmálaráðuneytið. Þetta einhvers konar illmenni sem að ráða för í Danmörku og Noregi? Nei, það held ég nú ekki. En lögin eru ekki fyllilega sambærilega. Við getum orðað þannig þau eru ekki eins. Og það auðvitað eitthvað sem að þarf að horfa til. Ég get komið að því aðeins aftur og eftir, en mér langar að klára skilvirknina. Vegna þess að það sko, þegar að málsmeðferðartíminn eða afgreiðslutími umsóknanna þetta langur, að þá fólki lengur í umsjón Vinnumálastofnunar sem að þjónustar umsækjendur alþjóðlega vernd. Það kostar meiri peninga að sjálfsögðu því að þá fer það seinna inn í samfélagið, seinna út af vinnumarkað og svo framvegis. Fólkið sjálft, það að bíða lengur, það erfiðara að bíða lengur heldur en skemur, hefur verri sálræn áhrif á þig og líkurnar á svartri atvinnustarfsemi aukast. Og að það sé brotið á fólki á vinnumarkaði vegna þess að það hefur ekki þau réttindi sem að aðrir hafa hérna. Ég talaði við atvinnurekanda á Suðurnesjum sem sagði mér að hann fái beiðnir frá þessum hópum á hverjum einasta degi svarta vinnu. Það staðan sem allavega á því svæði. Já, og ég ætla ekki að efast þessi orð. Þetta það sem að ég að benda á að þegar afgreiðslutíminn svona langur að þá verða til frekari skilyrði fyrir svona. Af hverju afgreiðslutíminn svona langur? Já, það þarf bara að setja meira fjármagn inn til Útlendingastofnunar og bæta aðstöðuna þar og sama með kærunefndina. Og það hefur verið gert reyndar. Guðrún Hafsteinsdóttir, hún setti aukið fjármagn núna stutt eftir að hún kom inn í ráðuneytið. Ég tel hins vegar að það þurfi meira til og að vinna þennan hala niður vegna þess að við Vinnumálastofnun heyrir undir ráðuneytið hjá mér og þau eru að þjónusta umsækjendur alþjóðlega vernd og það eiginlega aðdánavert hvað þeim hefur tekist með hjálp ríkisegna að þeim hafi tekist að finna nægilega mikið húsnæði fyrir fólk. Og hefur á sama tíma sett gríðarlegan þrýsting á leigumarkaðinn. Já, ég meina húsnæðismarkaðurinn, við vitum hvernig hann Þetta Við þekkjum bara fjölmörg dæmi þar sem við höfum heyrt í fólki þar sem að fólk hefur verið yfirboðið. Fólk hefur ekki haft möguleika á því að ná á almennu markaði leigueiningum, þar að segja íbúðarhúsnæði, vegna þess að Vinnumálastofnun kemur og yfirbýður þetta húsnæði. Ég ætla nú að segja að ég hef náttúrulega spurt Vinnumálastofnun út í það hvort hún sé í yfirboðum og hún vill nú ekki meina svo sé. Ég ætla nú að taka það skýrt fram. Hvenær myndum svaraði þannig gagnvart ráðherra? Nei, ég meina, ég treysti minni stofnun. Hins vegar verðum við núna aftur líka að horfa til þess að þau sem að koma hérna í gegnum verndarkerfið bara hluti af öllum þeim fjölda sem að koma til landsins sem innflytjendur. Þannig við erum alltaf að horfa á það í því samhengi. En við eigum eftir að fá svar frá þér það hvernig á því stendur að þessar tölur hjá okkur eru hlutfarslega margfalt, 5-falt, 10-falt stærri heldur en hjá hinum Norðurlöndunum. Erum við að gera rétt í þessum málum? Eða eru Danir og Norðmenn og Svíar og Finnar að gera rétt? Vegna þess að við skerum okkur algjörlega úr þegar við skoðum þessar tölur frá þessu ríkjum. Við gerum það. Þegar að ég spyr dómsmálaráðuneytið, því að þetta það sem að heyrir undir þau, löggjöfin verndarkerfið, að þau vilja meina að hluti allavega á ástæðunni sé vegna þess að kerfið hérna sé opnara heldur en á hinum Norðurlöndunum. Og þess vegna sæki fleira fólk hingað. Það opnara við sjáum það bara á ákveðslu. Ég að segja hver svörin eru og meðal annars að það sé hægt að í sumum tilfellum hægt fyrir fólk sem þegar með vernd í öðru ríki að fá vernd hérna ef það hefur sérstök tengsl eða eru sérstakar aðstæður sérstök tengsl við Ísland eða sérstakar aðstæður. Og svona kerfið. Þú nefndi Venesúela, við sjáum það til þess að tölunum varðandi alla hælisleitendurna sem að koma úr þeirri áttinni í gegnum Spán. Það enginn að fara á hinn Norðurlöndin, þeir þyrpast allir hingað, þannig að það augljóst að kerfið opnað. Þar var þetta náttúrulega vegna þess að það var opnað á viðbótarvernd, þannig að þeim sem að reyndar Útlendingastofnun búin að loka á aftur núna og við erum farin að sjá fækkun í Venesúela búa sem að sækja hingað alveg klárlega á síðasta ársfjórðungi.
Og spurningin af hverju gerum við þetta öðruvísi en hinn Norðurlöndin? Það vegna þess að við höfum meira borð fyrir báru eða erum við betra fólk eða hvað það í stefnunni sem veldur þessu? Já, sko... Eru innviðirnir okkar sterkari og betur í stakk búnir til að takast á við þennan straum heldur en til dæmis í Noregi og Danmörku? Nei, það held ég ekki, en það ég búin að vera að lýsa því að við erum ekki að standa okkur nógu vel þegar kemur að því að taka á móti innflytjendum, þar með talið hælisleitendum. Og hins vegar verður náttúrulega dómsmálaráðuneytið að svara fyrir það og dómsmálaráðherra fyrir þá löggjöf sem að heyrir undir það ráðuneyti. Þetta hefur áhrif á þinn málaflokk, þess vegna það er nú það sem að spyrja og þess vegna spyr ég bara hreint út. Segja líka. Telur þú að það þurfa að þrengja skráargatið í þessum efnum þannig að við skerum okkur ekki úr hvað varðar Norðurlöndin eða ferðu á samstarfsvettvang Norðurlandana sem ráðherra þetta mála og segir þeim að opna landamæri? Sko, ég held að það sé ástæða til þess að skoða það að löggjöfin sé svipuð hér og á hinum Norðurlöndunum. En þá ég ekki bara að tala löggjöfina sem að snýra verndarkerfinu. Nei. Ég líka að tala löggjöfina sem að snýra innflytjendamálum. Við erum ekki með, eða við erum með lög málefni innflytjenda, en við erum ekki með eins og hinn Norðurlöndin með löggjöf sem að snýra inngildingu, uppáhaldsorðið þitt, eða aðlögun samfélagsins. Notum það, sammælumst það, aðlögun samfélagsins eða móttöku fólks. Og þetta eitt af því sem við erum að horfa til í stefnumótunarvinninu og erum byrjuð að vinna undirbúninga lagafrumvarp þetta mín megin, því þetta heyrir undir mig. Og mér finnst ekkert óeðlilegt við það að við lítum til þess að laga umhverfið sé svipað hér á landi og hinum Norðurlöndunum, en þá vil ég líka horfa á það í víðara samhengi heldur en bara verndarkerfi. Vegna þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag þegar það kemur að málefnum innflytjenda sem að hafa ekki sömu tækifæri og aðrir landsmenn. Það bara staðreynd. Mér langar í þessu sambandi vegna þess að við höfum skoðað þessi mál á Norðurlöndunum til að velta upp spurningum það hvort að við séum að gera þetta með öðrum hætti, betri eða verri. Á nýliðinu ári þá fengum við jafnmargar umsóknir alþjóðlega vernd á Íslandi frá fólki frá Palestínu og öll hinn Norðurlöndin til samans. Það segir manni að það einhver mjög mikill munur á þessum kerfum. Eitt af því sem hefur haft mikil áhrif á umræðuna hér heima eru þessar svokölluðu fjölskyldusameiningar og það hefur verið hávær krafa, meðal annars var Austurvöllur lagður undir mótmælis og vikunskipti í tengslu við þau mál. Danir hafa til dæmis gert mjög ríkar kröfur á fólk sem óskar eftir þessum fjölskyldusameiningum og þá reynda við hinn Norðurlöndin líka. Þar hafa til dæmis verið gerðar kröfur það að þeir sem óski eftir slíkari heimild til þess að kalla sitt fólk til sín í hið nýja heimaland hafi lært dönsku í að minnsta kosti 2 ár. Þetta eru mjög ríka kröfur, þetta rímar dálítið við þínar áhyggjur varðandi tungumálaleysið og annað þeim dúr. Telur að við eigum að stíga slík skref eða eru Danirnir eins og sumir vilja halda þegar þessi mál ber á góma komnir í einhvern rasistapakka með þessum kröfum á þetta fólk? Já, ég ætla nú ekkert að vera með einhverja stórar yfirlýsingar hinn Norðurlöndin hvað slíkt varðar. Bara eins og ég sagði hérna áðan, mér finnst alveg ástæða til þess að bera saman hvernig lög og reglur eru hérlendis við hinn Norðurlöndin. Og mér finnst eins og mikilvægt að við horfum til þess að fólk hafi tækifæri til að sameinast fjölskyldum sínum. En það búið að bera þetta saman, sko. Já, ég veit. Og þú þekkir það jafnvel og betur en ég að samanburðin hefur farið fram. Spurningin er ástæði fyrir okkur til þess að færa okkur í átt að því sem að hinn Norðurlöndin hafa gert og meðal annars Danir undir forystu sósíaldemókrata núna á síðustu misserum eða ætlum við að halda okkur först við okkar keip í þessum efnum? Ég er að segja það, ég sé alveg ástæðu til þess að við skoðum og berum saman þessa löggjöf og hvað væri það sem að væri æskilegt, eðlilegt, mikilvægt að færa til samsvegar og öðrum Norðurlöndunum. En hefur skoðun á því hvað það núna? Þegar nú veit ég að þú ert inn í þessum málum. Þú segir, við skulum skoða það og svo sitja menn hluti í nefnd og svo klárast kjörtímabilið. Ég er að spyrja hvort að menn hafi einhverja konkrét hugmyndir í þessum efnum til þess að geta brugðist við þessu ástandi. Ég nú bara að gefa dómsmálaráðherranum færi á að kannski hafa forystu í sínum málaflokki. En ég get alveg sagt það að ég er tilbúin til að skoða þær tillögur sem að framkoma. Dómsmálaráðherra var nú með frumvarp núna í samráðsgátt í haust. Það mál sem að
til skoðunar hjá ríkisstjórnarflokkunum. Það er verið mikil ágreiningur milli ríkisstjórnarflokkana þau frumvörp útlendingamál sem hafa komið fram. Já, það hefur verið talsverður ágreiningur en þau hafa nú farið inn í þingið, þau hafa mestmegnis strandað inn í þinginu en var nú þó kláraðar ákveðnar breytingar núna á vormánuðum 2023. En það sem ég bara segja það að mér finnst alveg eðlilegt að við horfum til þess að reglurnar séu svipaðar. Þær þurfa ekkert endilega að vera að öllu leyti alveg nákvæmlega eins, ég held að við getum öllu verið sammála um það. En bara eins og ég sagði áðan að það þarf þá að ganga líka yfir þá þætti sem að snúa að tækifærum fólks til þess að eiga gott líf hérna á Íslandi. Ræður Íslands samfélag við að taka við 12, 13, 1400 hælisleitendum með samþykktar umsóknir á ári hverju? Þetta eitt af því sem að við erum með samhæfingarnefndinni eða samhæfingarteyminu sem að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setti á laggirnar. Ráðherranefnd útlendingamál en með henni starfar má segja eiginlega svona samhæfingarteymi milli ráðuneyta og samhæfingarstjóri sem var ráðinn sérstaklega. Og þetta eitt af verkefnum þeirra að horfa til þess og þá komum við með fínt orð líka, þolmörk hérna innviða samfélagsins en sem mjög mikilvægt að vinna. Og ég meina við heyrum það þetta til dæmis bara frá skólunum að þú ert kannski segjum við með bekk sem að eru 20 nemendur í og það eru kannski 6 til 8 nemendur sem eru af erlendu bergi brotnir, tala mismunandi tungumál og þurfa eðlilega meiri aðstoð, allavega sum þeirra, til þess að geta plumma sig í skólanum. Að sjálfsögðu. Og skólarnir kalla mjög mikið eftir þessu. Þetta hluta því sem við bara verðum að ná tökum á. Ríkissjóður ekki með botnlausum halla. Það ekki þið þurfa að taka lán fyrir hverju einasta verkefni sem þið ráðist í að þessum toga. Náttúrulega staða ríkissjóðs náttúrulega miklu betri heldur en á horfði þegar að COVID reiði hérna yfir. Hann ekki með tugamilljarða halla. Það tekið lán fyrir öllum nýjum verkefni. Það var á áætlun að reka með halla. Já, það breytir ekki því að það burðskýrir ekki halla. Nei, og það þarf að borga þennan halla upp síðan. Hallin miklu minni heldur en áætlað var sem nú bara mjög góður árangur í efnahagsmálum á Íslandi. Þegar við fengum þetta stóra áfall sem að COVID var og við stigum mjög vel inn í það að mínu mati enda tók atvinnulífið óvenju hratt við sér. Ríkissjóður rekið með halla og það þarf að taka lán fyrir nýju verkefnum eða á ráðastíðu, hvort sem það heitir þjóðarhöfn eða auki fjármagni. En þá skulum við aðeins bakka aftur og niður í það sem við erum að ræða. Segjum sem svo, við getum komið á meiri skilvirkni í verndarkerfinu, þó svo værum við ekki nema það. Við getum afgreitt umsóknir hraðar. Við myndum spara pening á því. Af hverju? Jú, vegna þess að þá fólk styttra á landinu eða styttra í málsmeðferðinni. Það kostar þá minna fjármagn þegar kemur að þeim tíma sem fólk þarf að vera í úrræðum Vinnumálastofnunar og það fjármagn væri til dæmis eða hluta því hægt að nota til þess að styðja við aðlögunina í samfélagi. Þetta ég vilja sjá gerast. Mér langar til að ræða örstutt við þig öryggismálin vegna þess að nú kom upp mál nýverið á Akureyri þar sem að ISIS-liði hún var vísað úr landi með mjög harkalegum hætti og fjölskyldu hans á örfáum klukkutímum í aðgerð sem að lögreglan réðist í þar. Við erum að sjá brotastarfsemi tengda innflytjendum og hælisleitendum í fréttum hér á hverju degi. Fjölmiðlar reyndar veigra sér við að fara onni þau mál að þeim forsendum af ýmsum ástæðum. Vinstri grænir hafa staðið í vegi fyrir því ásamt fleiri flokkum á þinginu að lögreglan fái auknar heimildir til þess að takast á við skipulagða glæpastarfsemi sem að óhjákvæmilega fylgir svona straumi, svona mikil fjölda fólks til landsins eins og þetta ISIS dæmi staðfestir. Ætlið þið að standa við þá afstöðu að lögreglan fái ekki þessar forvirku rannsóknarheimildir sem að dómsmálaráðherrar í þessari ríkisstjórn hafa ítrekað kallað eftir og í samræmi við beiðnir lögreglunnar þarum? Ég held að það sé mikilvægt í þessu að greina á milli þess sem að snýr að einmitt þessari alþjóðlegu glæpastarfsemi sem nýtir sér neyð þessa fólks. Já, annars vegar að greina á milli alþjóðlegar glæpastarfsemi þar sem auðvitað þurfa að vera samskipti á milli þessu tilfelli Íslands og annarra ríkja, það er alveg klárt. Greina á milli þess og greina á milli þess hversu miklar heimildir lögreglan hefur einfaldlega til þess að fylgjast með við skulum orða það venjulegu fólki.
Það þarf að gera skýran greinarmun á þessum atriðum og það hefur meðal annars verið gagnrýni okkar Vinstri grænna, hafi ekki verið nægilega vel gert. Lögreglan að kalla eftir því þetta sé til samræmis við á hinu Norðurlöndunum. Ég hins vegar sannfærður það að við eigum að geta fundið lausnir á þessu máli og ég tek alveg undir það að það mikilvægt að gera það. 75% þeirra sem að sátu í gæsluvarðhaldi á síðasta ári eru útlendingar. Öll tölfræði sýnir að þessi mál eru í tómri klessu hjá okkur. Já, eins og ég sagði þetta áðan, við þurfum að gera betur í þessum málaflokki. Það er alveg ljóst og auðvitað er það eins og alltaf þegar þegar eitthvað gerist hratt. Hvort sem að það, og tökum bara þetta tilfelli, þegar að fólki fjölgar mjög hratt, innflytjendur fjölgar mjög hratt, að þá tekur það okkur tíma að ná utan það. Mér finnst hins vegar, við erum búin að sjá þessa þróun alveg frá 2012, nefndi þetta hérna áðan, 8% landsmanna voru innflytjendur þá, núna 18%. Þetta hefur fjölgunin verið gríðarlega mikil og þá er ég ekki bara að tala hælisleitendur, núna síðustu 2 til 4 árum. Og það eru risastórar áskoranir en það er líka bara, þær eru til þess að takast á við þær og til þess erum við í þessu. Þetta er risastór málaflokkur, tíminn í raun hlaupið frá okkur. Mér langar til að spyrja þið örstutt út í stöðuna á vinnumarkaðnum sem að heyrir undir þín mál, já, og þetta stórt hagsmunamál líka og við getum rætt hér í marga klukktíma sennilega. Þú hefur núna lagt fram frumvarp varðandi stöðu ríkissáttasemjara. Þú hefur verið gagnrýndur fyrir þá úr ýmsum áttum fyrir að hafa ekki gripið fyrr inn í eftir að í ljós kom að ríkissáttasemjari bjó ekki yfir þeim valdheimildum sem að menn töldan byggi yfir varðandi miðlunartillögur og annað. Er þetta ekki of seint í rassinn gripið þegar allt stefnir í óefni á vinnumarkaðnum akkurat núna niður í karphúsi? Ég er nú að vona að stefnið mitt ekki allt í óefni. Það búið að vísa deilunni og menn það er að gefa því undir fótinn að það sé verið undirbúa verkföll. Já, við skulum sjá til hvað gerist. Það er allan að vera að tala saman og það er jákvætt. Þegar að verkföllin urðu í fyrra, verkföll Eflingar og í kjaradeilu þeirra og samtaka atvinnulífsins. Og ríkissáttasemjari stígur inn í deiluna með miðlunartillögu. Þá kemur í ljós að lagaumhverfið er þannig að það er ekki hægt að láta atkvæðagreiðslu fara fram. Eða það var niðurstaða Landsréttar. Þessu var reyndar ekki áfrýjað til Hæstaréttar sem ég til að hefði átt að gera í svona mikilvægu máli. Ríkissáttasemjari samdi sig frá því sem er nú áhöld hvort það sé löglegt? Já, ég hefði viljað að þetta hefði farið til Hæstaréttar að sjálfsögðu. Það þýðir það að það þarf að skoða, býttu nú við, er þá í lagi með löggjöfinu eins og hann er núna. Og ég undirbjó í fyrra frumvarp sem að ég var nærri því búin að leggja fram á þingi en ég lagði það ekki fram. Ég hætti við það vegna þess að það var mjög mikil gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni að það hefði ekkert samráð átt sér stað við gerð frumvarpsins og það var alveg rétt af því að við töldum okkur vera í tímapressu að koma þessu máli inn. Já, kannski vorum við í tímapressu, kannski ekki. Það fór nú þó þannig að það kom fram önnur miðlunartillaga frá þeim sem að nú er ríkissáttasemjari sem að bara fór í gegn vegna þess að aðilarnir greinilega voru sáttari við þá miðlunartillögu, þannig að hún fékk að fara í atkvæðagreiðslu. Ég vildi þess vegna búa til starfshóp með aðilum vinnumarkaðarins, þannig að þeir hefðu aðkoma því að ræða með hvað hætti getum við reynt að breyta lögum, bæði almennt sem að kveðir á í stjórnarsáttmála, bara almennt valdheimildir ríkissáttasemjara, en síðan sérstaklega þetta viðfangsefni sem að það sé ekki hægt að knýja fram atkvæðagreiðslu miðlunartillögu kallar á. Og mér finnst eðlilegt að leyfa þeim starfshópi að ræða þessi mál og ég held nú að sá tímapunktur sem við erum á akkurat núna væri nú ekki svo heppilegasti til þess að koma fram með frumvarpi með þetta mál. Ég held að heppilegra að ná því áður en að allt fór í Já, svo eru bara oft bara rosalega slæmi tíma til að gera hluti, en svona er nú staðan og hópurinn hefur unnið eða rætt saman ákveðna mögulega leiðir sem að væri hægt að fara og síðan þurfum við bara að sjá hvað kemur út úr því. Ég
bíða eftir því. Við fylgjumst grannt með þessu gerum á það. vettvangi spursmála. Ég þarf að fá þig örugglega fljótlega aftur til þess að ræða þessi mál og önnur. Og samstarfsmál Norðurlanda, ekki gleyma því. Hann er sérþáttur. Það er sérþáttur. Þakka kærlega fyrir komuna, Guðmundur Ingi, og óska þér góðrar helgar. Sömuleiðis. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við verðum hér á sama tíma vikuliðinni og hlökkum til að sjá ykkur þá. Verið þið sæl.